Þá það þriðji og síðasti hlutinn af þriðja kaflanum úr bókinni Kraftur og hreyfing. Þessi kafli fjallar hreyfingu og þyngd. Ef við sleppum tveimur svona hlutum með stórum úr háum turni og ef það væri engin loftmótstaða þá myndu þeir falla jafn hratt. Galileo Galilei, hann sleppti tveimur misstórum járnkúlum niður úr skakkaturninum í Pisa fyrir nokkur 100 árum og þær féllu nánast á sama hraða sem kom mönnum á óvart því menn töldu að stærri kúlan sem var þyngri ætti að falla hraðar. Stálkúlur eru þannig gerðar að þær eru mjög strömlínulaga og það virkar ekki mjög mikið loftmótstaða á þær, eru líka frekar þungar. Við vitum alveg að ef við sleppum steini og fjöður þá fellur steinninn hraðar. En ef við værum í lofttæmi, þar sem væri búið að dæla öllu lofti í burtu út úr einhverju rými, þá falla þessi hlutir jafn hratt. Og við yfirborð jarðarinnar þessi hröðun það bil 9,8 metrar á sekúndu í öðru. Það þýðir að fyrir hverja sekúndu sem hluturinn að falla þá eykst hraðinn 9,8 metra á sekúndu. Þetta er 9,8 metrar á sekúndu, þess vegna þetta annaveldi hérna. Loftmótstaðan hefur mismikil áhrif. Stórir hlutir taka mikið loft á sig og sérstaklega þeir eru léttir og þá hægir loftmótstaðan meira á þeim heldur en þungirnir eru þungir eða straumlínulega. Á tunglinu ekkert loft og því gilda sömu lögmál þar eins og í rörinu sem vorum að tala um áðan, þar sem lofttæmi, því á tunglinu lofttæmi, þar af leiðandi fellur fjöður og hamar jafn hratt til jarðar. Vegna loftmótstöðunar þá auka hlutirnir ekki hraðan endalaust. Það endar með því að loftmótstaðan vinnur á móti hröðuninni. Þegar svona fallhlífastökkvari að stökkva þá dregur þyngdarkrafturinn hann niður en loftmótstaðan ýtir á móti honum. Þannig að þegar hann hoppar út þá verkar þyngdarkrafturinn meira heldur á loftmótstaðinn. Eftir því sem hann fer hraðar þá lendir hann hraðar á loftinu, sameindunum í loftinu og loftmótstaðan fer að virka meira. Þannig að það endar með því að þessir kraftar verða jafn stórir og hann fellur með jöfnum hraða. Þessi hraði heitir lokarhraði. Hver hlutur, eins og fallhlífastökkvari, á sér sinn lokarhraða. Það mismunandi eftir stærð, massa og lögun hlutana hver lokarhraði viðkomandi hluta er. Það mikill munur á lokarhraða fallhlífastökkvara sem að breiður úr sér eins og þessir kallar gera hér, eða ef hann setur bara hausinn á undan og hendurna með fara líkamannum, þá fer hann miklu hraðar áður loftmótstaðan nær að vinna á móti hröðuninni, þyngdarhröðuninni og hann nær lokarhraða sín sem verður þá meiri heldur en lokarhraðin hjá þessum. Við ætlum aðeins að kíkja á þetta nánar. Hérna sjáum við mann sem ætlar að hoppa hérna niður og við sjáum hraðan á hann. Við sjáum hann eykur hraðan upp í 4,7 metra á sekúndu og svo gerist ekkert meir. Svo opnar hann fallhlífina og þá verður hraðinn fljótlega 0,5 metrar á sekúndu. Hver þá lokarhraðans áður en hann opnaði fallhlífina? Og að skoða þetta aftur. Nú skulum við bakka aðeins. Sjáðu, hann lokarhraðans eftir að opna fallhlífina 0,5 metrar á sekúndu því að hann fellur með þeim hraða allavega niður. Hann eykur ekkert hraðan. Það nú ætlum við að gera þetta aftur. Þá erum við skref fyrir skref tilbaka. Þið sjáuð að hér með hraði 4,7
leið og hann opnar fallhlífina og snar hækkar hann. Snar lækkar hraðinn sig þangað til hann komin á lokahraðan því að fallhlífin tekur svo mikið í. Við skulum gera þetta aftur en nú skulum við skoða hröðunina en ekki hraðan. Upphaflega hefur hann hröðunina 9,8 metrar á sekundu. Eftir því sem að loftmótstaðan togar meiri í hann, þessi vinnur meira á móti hröðuninni, þá minnkar hröðunin sjáðu. Hún minnkar og þegar hann nær lokahraðanum, þá hröðunin 0 því að hann að falla með jöfnum hrað og líka eftir að opna fallhlífina. Þar af leiðandi engin hröðun og dæmið nær í raun og veru ekkert lengra. Þannig hefur náð lokahraða sínum. Þyngdarkraftur aðdráttarkraftur sem verkar á milli allra hluta. Jörðin hefur töluvert mikinn þyngdarkraft, nóg mikinn til þess að halda okkur á jörðinni til dæmis. Tunglið það bil 6 sinnum massa minna heldur en jörðin og þar af leiðandi 6 sinnum minni þyngdarkraft eða þar bil. En það ekki þannig að það séu bara stóri hlutar eins og jörðin og tunglið sem hafi þyngdarkraft. Það hafa allir hlutir þyngdarkraft, líka við og allt sem í kringum okkur Málið bara að við höfum svo lítinn þyngdarkraft að hann togar eiginlega ekkert til sín nema sem svo lítið að við sjáum það ekki. Rykagnir sem loða ekki við okkur út af þyngdarkrafti, miklu frekar út af stöðurafmagni. Þannig að mann rugla þessu kannski pínlítið saman. Það var Isaac Newton sem að setti fram þyngdarlögmálið, ekki það að hann uppgötvaði þyngdarlögmálið sem ég talaði áður, heldur hann setti það svona í stærðfræði ramma ákveðin. En þetta kraftur sem verkar á milli hluta, ræðst af stærð eða massa þeirra og hve langt í burtu þeir eru. Þannig eftir því sem þeir eru stærri og nær hvert öðrum þeim mun meiri þessi kraftur. Eftir því sem þeir eru minni, þá krafturinn minni og líka eftir því sem þeir eru lengra í burtu frá hverjum öðrum. En þá þessu lokið.